Á sama tíma og Skotti og Mía höfðu verið í baráttu við nashyrningsrisaeðluna komu Freyja og Huppa gangandi yfir hæðina úr frumskóginum. Við þeim blasti stór akur þar sem litlar verur voru í óða önn að taka eitthvað hvítt og kringlótt upp úr jörðinni. Handan akursins var líka lítið þorp með litlum skrýtnum húsum. Þær gengu niður að akrinum og sáu þá að litlu verurnar voru kanínur sem hver á fætur annari tóku djúpur nammikúlur upp úr jörðinni eins og þeir væru gulrætur. Djúpurnar settu þeir á kerrur sem voru svo keyrðar inn í hús til frekari meðhöndlunar. Akrinum stjórnaði stór og mikil kanína, mun stærri og massari en þessar litlu sætu. Hann var með eyrum bundin saman eins og samúræi og brett upp á ermar. Hann var verkstjórinn og passaði upp á að engin tími færi til spillis. Freyja gekk að kanínustjóranum til að spyrja hann hvar þær væru einlega staddar. Sæll, herra kanína, hérna... Hann greip strax fram í fyrir henn og sagði: Sæl, kallaðu mig Bastian, hvað get ég gert fyrir þig? Hérna... sagði Freyja pínulítið slegin yfir þessum auðbunugangi. Hérna, ekki getur þú sagt okkur hvar við getum fundið einhvern sem getur sagt okkur... Freyja kláraði ekki setninguna, því skyndilega komu Skotti, Mía og grasælan rúllandi á flegiferð niður hæðina. Þau lentu öll í hrúgu rétt við fæturnar á Freyju og Huppu. Á. Stundi Skotti þegar hann reyndi að hreyfa útlimina, sem þó virtust flestir verið í heilu lagi. Mía stóð upp, dustaði sig og sagði: Vá, þetta var rosalegt. Hvað gerðist eiginlega? Spurði Freyja alveg forviða. Mía ræksti sig. Sko. Hún sagði þeim svo alla sólarsöguna, hvað máli var með nashyrningsrisaeðluna og hvernig þau náðu af henni gullyklinum. Bastian hlustaði líka og spurði svo forvitin: Eru þið að tala um hinn eina sanna gullykil? Já, veist þú eitthvað um hennar týndu gullborg Maja fólksins? Spurði Mía hann á móti. Það eina sem ég veit að nágranni minn, hann Ívar uppfinningamaður, hann hefur oft talað um að búa til gullleitartæki til þess að leita upp í gullborgina. Útskýrði Bastian og hélt áfram: Ef þið farið og finnið hann, getur hann örugglega veitt ykkur einhverjar upplýsingar. Hann mikill grúskari og safnar öllu sem hægt að safna. Hann benti þeim svo í áttina að heimilu uppfinningamannsins og sagði þeim jafnframt að þau skyldu passa sig á að láta hann ekki platas út í einhverja vitleysu. Hann ætti það nefnilega til að framkvæma hluti án þess að hugsa mikið afleiðingarnar.